Framsóknarflokkurinn hefur lagt fram tillögur sínar að aðgerðum til að bregðast við fjárhagsvanda íslenskra heimila og atvinnulífs. Sú tillaga sem mesta athygli vekur sú að til að mæta þeim vanda sem stafar af skuldabyrði heimila og fyrirtækja, þá verði einfallega beitt flötum niðurskurði. Skuldirnar skuli skorna niður 50, hvort heldur þær í krónum eða erlendri mynt og hvort það eru heimilin eða fyrirtækin sem skulda þær. Þessi hugmynd hefur ekki fengið miklar undirtektir. Forsætisráðherra sagði í dag að kostnaðurinn við þær næmi 400 til 500 milljörðum króna. Það er hærri upphæð en ætlað er að ríkið leggi til nýju bönkunum í eigið fé. Hvar á að fá þetta fé? Hver á að borga brúsann? Er þetta eins og að draga kanínu upp úr hattinum? Spegillinn ræddi við Sigmund Davíð Gunnlaugsson, formann Framsóknarflokksins. Það hefur nú oft komið fram í umræðum ríkisfjármál að menn blanda saman fjármálum ríkisins og bankana sem algjörlega sitt hvað og ríkið ekki ábyrgð fyrir skuldum bankana nema að óverulegu leyti sem að verða hugsanlega Icesave og aðrar innistæður. Hins vegar hér að ræða skuldir bankana til fyrst og fremst erlendra kröfuhafa, svo að þetta tekið af því. Sem náttúrulega alveg hræðilegt að erlendu kröfuhafar skuli tapa svo miklu á Íslandi. En góðu fréttirnar eru þó þær að þeir eru flestir búnir að gera ráð fyrir þessu. Margir þeirra þegar búnir að afskrifa þetta, færa niður þessar eignir í bókum sínum, sumir í 0%, en það ganga þessi skuldabrif bankana núna kaupum og sölum á 2-3% skilst mér af upprunalegu verði. Afskriftin hefur þar átt í stað og það er verið að færa núna eignir úr gömlu bönkunum yfir í þá nýju með verulegri afskrift. Og hugmyndin gengur sem sagt bara út á það að þetta verði látið ganga áfram til skuldarana. Þetta sem afskrifað þegar fært úr gömlu bönkunum í nýju. Svo geta menn velti fyrir sér, er þetta réttlætanlegt að afskrifa svona með þessari yfirfærslu, nota þessa nýju banka og gömlu banka leið sem eru fær vegna neyðarlagana. Og neyðarlögin, já, það er ekkit víst að þau muni standast, verði látið reyna á þau. En þess vegna eru við raunin að bakka hvað það varður, koma til móts við erlendu kröfuhafana með því að leggja til hann að þeir fái þá yfirráð yfir nýju bönkunum eða sem sagt fái stóran eignarhluti í þeim. Þarna er búið að taka þessi peningar hljóta koma frá að rýra hlut nýju ríkisbankana, ekki satt? Nei, sko, það er þegar gert ráð fyrir það mikilli afskrift, skilst mér, í yfirfærslunni frá gömlu bönkunum yfir í þá nýju, að það myndast sveigrum til þess að taka þarna af. Menn veltu því nú mikið fyrir sér hversu mikið ætti að afskrifa, eins og mér töluðum það að við færslun úr gamla yfir í nýja væri kannski tekið 50% af, þannig að okkur væri óhætt að afskrifa 30%. Við töldum eins og er ekki á það hættandi og þess vegna var það niðurstaðan þessi 20%. Þetta er leið sem er ekki gallalaus, en það er engin leið í þessari stöðu gallalaus og niðurstaðan varð svo eftir vangaveltur fram og tilbaka þar sem allar þessar mögulegu leiðir sem hafa verið nefndar voru skoðaðar, að þetta væri svo eina sem að myndi breyta einhverju til framtíðar og skapa möguleika á að koma hér atvinnulífinu og rekstri heimilana aftur í gang vegna þess að við þekkjum mörg dæmi hið gagnstæða til að mynda frá Japan það sem við erum að sjá akkurat þessa dagana afleiðingar af því sem að gerðist þar fyrir rúmlega 20 árum. Þar fórum við þessa frestunarleið sem að sumir hafa verið að skoða, fristingu lána í einhver tíma eða þá að færa stóran hluta lánana aftar í tíma í vonum að þá verði fasteignaverð búið að hækka aftur og svo framvegis og laun líka. Það hafði bara þau áhrif í Japan að þar hefur ríkt stöðnun, efnahagsleg stöðnun, núna í meir en 20 ár. Og það skaðar alla, það skaðar lífeyrissjóðina, það skaðar bankana og heimili og fyrirtæki þar í landi. Þannig að við föllumst á rök þeirra hagfræðinga, íslenskra og erlendra, sem segja að eina leiðin til þess að menn komist út úr þessari efnahagskrísu, þessari heimskreppu, sé að taka skellin, sætta sig við að það séu þarna verulegt fjármagn tapað og byrja þaðan. En erlendu kröfuhafarnir sem eru náttúrulega að reyna að fá það sem að þeir geta út úr krafsinu, sætta þeir sig við það að á sama tíma og þeirra kröfur eru nánast
að hverfa út fyrir sjóndeildarhringina þá sé verið að veita íslenskum kröfu höfum svona þjónustu. Við teljum að þeir muni gera það og okkur til ráðgjafar voru nú menn sem hafa verið í miklum samskiptum við þessu kröfuhafa. Við teljum að þeir muni gera það einfallega vegna þess að það eru hagsmunir þeirra að hér fari ekki allt í kalda kol. Tökum dæmi, götu þar sem eru 10 samskonar hús en fjölskyldunar sem í þeim búa eru mjög misvel staddar efnahagslega. Sumar skulda mjög mikið en aðrar ekki neitt. Hugsum okkur þá að það verði gengið að þessum skuldsettu, kannski í 3 húsum og húsin tekin af þeim. Er þetta betri leið fyrir þá sem ekki skulda neitt? Nei, það er ekki vegna þess að með því þá hrynur verð fasteignanna. Fleiri lenda þá í vandræðum, fleiri hús verða tekin og svo koll af kolli. Svo að hér er með þessu inngrippi verið ekki bara að bjarga stöðu hérna vestsettu heldur í rauninni koma til móts við hina líka og þetta gagnast kröfuhöfunum vegna þess að þá fá þeir þó einhvað í sinn hlut ef að menn halda þá áfram að borga, geta borgað áfram í stað þess að fara bara í þrot því að einhverjir þýskir bankar færu held ég ekkert mjög vel út úr því að sitja uppi með 30.000 íbúðir á Íslandi. Það er miklu betra fyrir þá að koma til móts við fólkið og leyfa því þá að halda áfram að borga af lánunum sínum. Hingað til hafa flestar hugmyndir í þessa veru gengið út frá það að það eigi að grípa til miklu sértækari aðgerða. Til dæmis ASÍ hefur talað þannig. Við förum einhvern tíman upp úr þessari kreppufari sem við erum í. Atvinnuleysið dregst saman, gengi krónunar hækkar sem að lækkar þá höfuðstól myntkorfulánanna. Fasteignamarkaðurinn nær sér á strik og verðmæti fasteignanna eykst og það sem við þurfum að gera er að þreyja þorrann og góðuna með því að fresta færa afborganir aftar þangað til að landi fer að rísa. Þetta er japanska leiðin, nákvæmlega þessi rök notuður í Japan í lok 9. áratugurins, þar sem að menn voru mjög náttúrulega íhaldsamir á þessa hluti og bankarnir ekki tilbúnir til þess að afskrifa. Það telst full reynt og það var mjög gaman að vera á fundum með hagfræðinguna sem voru að spá þetta með okkur þegar þeir sögðu núna verða menn að gera sig grein fyrir því á Íslandi að hér eru mjög óvenjulegir tímar og þá duga, ég held að það var Jón Danielsson sem sagði þetta, á óvenjulegum tímum duga ekki venjuleg ráð, menn verða að þora að fara í róttækar aðgerðir til þess að ná sér upp úr þessu og blésu á allt svona tal þessar sértæku aðgerðir og lýstu því hvernig það myndi þá ganga fyrir sig. Hvað eru mörg heimili á Íslandi í vanda núna? Ef við ætlum að fara að láta skoða hvert einasta dæmi og meta það, já þú færir 2 milljón króna afslátt, nágranniðinn fær 4,5 miljóni afslátt, hverslags ástand kæmi út úr því. Það telst sem sagt bara held ég fullkomlega óraunhæft, en það er líka kostur í því að gera þetta svona yfir línuna og tökum sem dæmi fyrirtækin. Kostur sko umfram þetta praktiska. Tökum sem dæmi fyrirtækin. Fyrirtæki sem skuldar mjög mikið og er illa sett. Þó að það fái 20% af niðurfellingu, það skiptir engu máli. Það skiptir ekkit máli að þetta hafi verið fellt niður vegna þess að þessi peningar voru hvort þeir tapaðir. Það tapast ekki til viðbótar. Tökum svo annað fyrirtæki sem er svona sæmilega statt. 20% niðurfelling þar, kannski veldur því að fyrirtæki getur haldið áfram að starfa og getur haft fólk í vinnu. Þar græðir í raun kröfuhafinn á því að fyrirtækið heldur áfram rekstri og borgar tilbaka. En svo í þriðja lagi er að fyrirtæki sem var velstatt og fær líka 20% niðurfellingu. Það segja menn að sé kannski það mikilvægast í þessu því það eru fyrirtækin sem að verða þá með fjármagn til þess að kaupa þessi gjaldþrotafélög og vonandi halda fleirum í vinnu og standa að þróun og uppbyggingu í atvinnulífinu. Svo er þess að allt þjónar þetta einhverju tilgangi þó hvert með sínum hætti sé. Sagði Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Framsóknarflokksins.